Góðan daginn og velkomin í Silfrið. Þetta fyrsti þátturinn á þessu ári. Við höldum svo ótrúð áfram við Fanny Birna. Fram á vormánuði. Það nú svona eitt og annað að gerast í pólitíkimenninu nú dálítið að stilla upp fyrir borgarstjórnarkosningarnar og borgarbæja- og sveitarstjórnarkosningarnar sem verða í lok maí. Svona frekar rólegt yfir því sem við köllum landsmálin. En svo náttúrulega leikur allt á reiðiskjálfi út af MeToo hreyfingunni og í Bandaríkjunum við vitum hvernig ástandið það í kringum Trump og ég var að tala um Frávin Frey sem forsetaefni demókrata. Við byrjum hérna með Frosta Logasyni og við erum með Frosta og Mána. Þeir eru hérna á sittkorum endanum með Harmageddon bræður, Máni Pétursson og Frosti Logason, Ólínu Þorvarðardóttur og Friðjóni Friðjónssyni. Ætlum að fara yfir nokkur mál. Byrjum á borgarstjórnarkosningunum, prófkjöri Sjálfstæðisflokksins, leiðtogaprófkjöri Sjálfstæðisflokksins. Það má segja að þar hafi Viðar Guðjónsson, það eru þarna 5 frambjóðendur og það má segja að svona á fyrstu dögunum þá hafi Viðar Guðjónsson algjörlega stólið senunni. Maðurinn kom algjörlega eins og skraktur á þessu öðurleiknum. Ég verði viðurkenna, ég hef aldrei minnst á hann, ég kannski ekki nógu dyggur söguhlustandi, en þið tókuð hann í Harmageddon. Já, við tókum hann í viðtalið hjá okkur og það ótt síðan hann hafi slegið í gegn. Fólk var bara leið og viðtalið byrjað, þá var bara allt brjálæðin og samfélagsmiðlum með hvað hann var að segja á annað. Ég verð nú að segja að ég hafði gríðarlega gaman á honum, ólíkt mörgum sjálfstæðismönnum, þá var hann ekki í sama kassanum og þeir allir, sko. Þóttum hann sé ekki endilega að kaupa þessar skoðanir sem maðurinn hefur, þá allavega hafði hann eitthvað skoðanir og það ágætt að fá smá svona krydd í þennan leiðtogaslag þarna hjá Sjálfstæðisflokknum. En hann dálítið öfgafullur svona, okkur finnst hann dálítið mikið út á jaðrinu og þessi maður þetta ekki bara óþægilegt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að þessi maður skuli koma út einhvern veginn taka sviðið þarna þegar hann að fara í þetta fína prófkjör. Já, ég held að Viðar muni nú ekkert eiga sviðið út þessar næstu 2 vikur þá til að prófkjörið fer fram. En já, ég menn hann náttúrulega, hann endurspeglar engan veginn sjónarmið sjálfstæðismanna eða meginþorra sjálfstæðismanna. Geturðu fullyrt það? Já, ég get fullyrt það. Ég hef setið landsfundina þar sem að tillögur sem að ganga í þveröfuga átt við það sem að Viðar berst fyrir, hérna eru samþykktar. Hann skilgreinir sig sem harðlínu og hægrumann, þannig að það segir sig sjálft að hann ekki alveg inn í þessu sama boxi. Hvað var hann að segja í viðtalinu? Hann að tala um aumingjavæðingu, þegar hann að tala um að þeir sem fíkniefnaneytendur og fólk sem farið út á sporinu í lífinu, það bara að hjálpa sér sjálft og það ekki að vera að moka undir það með velferðarkerfinu og þannig að þetta eru algjörar öfgaskoðanir. Já, konur aðstoð við barns við það að koma börnum í heiminn. Já, athyglisverðasta hugmyndina sennilega fjölkvænis hugmyndina en þá tók hann sérstaklega dæmi af Gylfa Þór Sigurðssyni sem væri svona gott dæmi Afburðar Íslending sem ætti helst að fá að eiga margar konur svo hann geti búið til sem flest börn. Já. Þannig að þetta eru hugmyndir sem sannarlega ekki upp á pallborðið alls staðar. En maður veit ekki, þetta gæti átt upp á pallborðið Sjálfstæðismönnum. Þeir hafa verið mjög duglegir að hleypa konunum sínum ekki á lista, þannig að þeir kannski þetta gæti eitthvað að passa henni hugmyndafræðinu þeirra. Ég sem betur fyrir heyrði ekki þetta viðtal, en mér heyrist nú samt á lýsingunum að þetta sé svolítið Trump keimur af málflutningnum og menn skildu nefnilega ekki slá það alveg út af borðinu í einu vetfangi að einhverjar skoðanir þessu tagi eigi ekki upp á pallborðið. Ég held einmitt ofta svona týpur, þó ég segi því miður, ég heyra ég ekki sammála þessu manni, en ég held að svona skoðanir eigi nefnilega oft dulda afkima í brjóstum ótrúlega margra og þrífist inn á óformlegum vettvangi eins og kaffistofum og svona þessi menn hittast og tala frjálst. En þá þá kannski jákvætt að fá umræðina upp og yfirborðið. Það kann að vera. Þannig að takast á við hana. Já, en menn sögðu líka að Trump yrði aldrei forseti Bandaríkjanna og sjáum við hver við erum stödd með það. Það þetta litlir Trumpar sé að spretta upp út Já, ég heldur séu við að Trumparnir. Já, ég meina, eflaust eru einhverjir sem að hafa líka andúð á stjórnmálunum og sem þetta sama element og mjög margir bæði hægra megin og vinstra megin hafa verið að höfða inn á að bara andúðin á stjórnmálunum gerir það verkum að fólk segir já, ég ætla bara að kjósa þennan bara vegna þess að hann eitthvað allt annað. En það kemur gríðarlega óvart
ef að Viðar Guðjónsson fengi meira en 2-3-4% í þessu prófkjöri. Segji mér, sko, þú þekkir nú vel til í Sjálfstæðisflokknum, við erum með 5 kandidata. Eyþór Arnalds kemur þarna, hann hefur verið í Árborg, hann hefur verið í viðskiptalífinu, með þekktur maður, tónlistarmaður, svo erum við varaborgarfulltrúi líka? Já, og svo erum við með 2 þarna sem eru að flytja fyrir, Áslaugu og Kjartan, og síðan Vilhjálmur Bjarnason. Hvernig þetta að fara? Ég held að þetta verði keppni milli Kjartans, Eyþórs og Áslaugar. Vilhjálmur Bjarnason kom mjög á óvart framboðið hans. Hann bara þekktur fyrir það að vera Garðbæingur og hann býr í Garðabæ og sagði ef hann vinnur þá ætlar hann að flytja. Já. Þannig að svoleiðis yfirlýsingar, ég held að það ekkert endilega upp á pallborðið. Þannig að þetta verður keppni milli þessara 3. Hvernig þetta fer nákvæmlega, ég veit það ekki. En ég skynja það samt sem áður að það mikil ósk breytingar. En ekki það... Það nú ekki traustvekjandi fyrir kannski borgarfulltrúana sem fyrir eru þegar kemur svona dauða leit að einhverju nýju og einhverju öðru. Þetta ekki gott veganesti fyrir borgarfulltrúana sem fyrir eru. Sérstaklega eins og umræðan búin að vera, finnst mér í kringu Sjálfstæðisflokki núna síðustu vikur og mánuði. Ég held að þetta geta orðið svolítið erfitt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að fóta sig í þessari kosningabaráttu. Já. Ég held að möguleikar Sjálfstæðisflokkins liggi svolítið í því ef þeir ætla að komast í, það að segja hafa einhver áhrif og komast í borgarstjórn, það að velja Áslaugu því hún virðist að vera með miklu hóvarari skoðanir og eitthvað sem passa miklu betur við félagshyggjuflokkana heldur bæði Eyþór og Kjartan sem þú talar Hún gæti þess að vera í Samfylkingunni. Hún gæti þess vegna, já. Hún tala fyrir. Ég myndi nú ekki segja það. Hún ekki mótið þéttingu byggða og talar ekki borgarlínu eins og það sé bara eitthvað bull. Nei, hún talar náttúrulega út frá hinum almenna íbúa. Hún nær, finnst mér, almennum íbúum Reykjavíkurborgar heldur en til dæmis menn eins og Eyþór Arnalds ef maður horfir á málflutningin. En ég myndi ekki segja hún væri kannski fulltrúi ætti að vera í Samfylkingunni fyrir þessa borgarstjórnarkosningar en vissulega þá slá hennar tónar nær þeirri hljómkviðu. En svo náttúrulega þetta nýjisvindir stjórnarandstaða Sjálfstæðisflokksins, menn Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega hefur ekki verið nema bara mjög lítið í meirihluta síðan 1994 og stjórnarandstaða Sjálfstæðisflokksins þykir hafa verið svona frekar veik, það erfitt að vera í stjórnarandstöðu í borgarmálum og allt það og Eyþór kemur alltaf inn og sumir myndu kannski segja að nýir vendir sópa best og ég meina hann landsþekktur maður En þeir hafa ekki góða málefnastöðu núna gagnvart til, það verður að segjast eins og að Degi hefur tekist mjög vel upp sem borgarstjóra og borgarstjórna meirihlutanum núna hefur tekist að fara í ákveðna sókn, það bullandi uppbygging í borginni, það verið að bjóða út lóðir, það verið að koma á þessari borgarlínu sem verið að færa samgöngurnar meira í áttan að almenningssamgöngum og nýta betur umferðan mannvirkin sem fyrir í borginni. Allar kannanir sýna það, fólki líður betur þar sem eru góðar, almenningssamgöngur, tiltölulega þéttbyggð, þannig að þau eru núna á góðu róli. En Dagur umdeild. Dagur, ég held að staðan sé mjög fínt því að við sjáum það að fólk óánægt með hvernig það gengur að komast leiða sinnar í borginni. Það stendur upp úr öðru hverju manni að umferðin algjört fíaskó og hvenær svo sem að maður tekur það tal upp að þá stendur upp mönnum af hverju ekki meira gert til þess að leyfa fólki að komast leiða sinnar. Og það virðist vera sem að stefna meirihlutan sé einmitt að þvinga fólk inn í almenningssamgöngurnar, ekki það að bjóða upp almenningssamgöngur sem valkort heldur þrengja nógu mikið umferðinni til þess að almenningssamgöngur verði bara eini valkosturinn. Málefnastaða Sjálfstæðisflokksins bara mjög fín því að við sjáum það að fólk hefur að borgin hefur vill ekki einu sinni kanna hvern ánægju íbúanna. Þeir fara út úr þjónustukönnuninni og ólíkt sem öll sveitarfélögin í kringum gera vegna þess að þeir skoruðu svo lágt. Fólk ekki ánægt með stöðunni í grunnskólanum. Þannig að og mér kom á óvart þegar ég flutti til Reykjavíkur fyrir tæpa ári síðan hvað það mikil óánægja og núna munum við sjá 10 framboð. Þetta ekkert gefið að þessi meirihluti haldi. Það þetta 10 framboð og það verið að fjölga borgarfulltrúum. Já, en það held ég að sé nú reyndar mjög þarft og gott skref. Borgarfulltrúar voru hér áður 23
og þeim var svo fækkað aftur þegar ég varð borgarfulltrúi 1990, þá var þeim fækkað aftur niður voru þeir aftur orðnir 15. Já. Þannig að og nú erum við orðin 100.000 manna borg og ég meina auðvitað þarf að fjölga borgarfulltrúanum. Þeir hafa fjöldi þeirra verður að haldast í hendur líka við þróun í borginni. En varðandi málefnastöðuna þá ég alls ekki sammála því sem hér kemur fram að það sé svo mikil óánægja meðal almennings með borgarmálefnin eins og þau standi. En af hverju þora þeir ekki að kanna það? Það gríðarlega óánægja. Ég held að lausnin til dæmis varðandi umferðarmálin sé einmitt vandinn þar það við höfum engar almenningssamgöngur eins og við þyrftum að hafa. Ég held þessi alveg rétt á Fríðunni, það gríðarlega óánægja með þessi samgöngumál og hvernig fólk tekst að komast til og frá vinnu á morgni og í eftirmiddaginn. Já, borgarstjórnum hlutan þá minnst okkur með tillögur. Já, þeir eru með tillögur, en það svona eitthvað mál sem einhver ás sem þetta mun kannski snúast þegar það verið að fara að skoða þetta með borgarlínuna, sem auðvitað frábært að vera með auknar bættar almenningssamgöngur, en ef að það eins og þeir sem eru að tala gegn henni núna að tala ef að það handan við hornið einhver svona samgöngubylting, talandi sjálfkeyrandi rafbíla eða eitthvað, og þetta fer að snúast upp í það að verða úrelt eftir nokkur ár, en þá þetta auðvitað mál sem það að taka allan á umræðunum og þetta fram að kosningu gæti svo umræða upp í hendurnar á þeirra sem En okkur ættum við að láta okkur í óskopunum ættum við að bíða með að grípa til þarfra aðgerða eftir einhverjum möguleika sem við höldum að sé kannski inn í framtíð. Við ætlum að ræða þetta eftir við Lilju Guðríði, ég ætla að ræða þetta eftir við Lilju Guðríði Karlsdóttur sem samgönguverkfræðingur borgarlínu, en það náttúrulega líklegt að það verði umferðarmálin, það líka skólamálin og svo sjálfsagt húsnæðismálin eftir þetta verði ekki svona megin og leikskólinn. Það verður það er enginn að fara að kjósa út af borgarlínu, það eiginlega bara hálf krútlegt hvernig sjálfstæðismenn að berja hausnum við stein að halda að það sé eitthvað að fara að kjósa þar. Það hefur stundum verið þannig eins og til dæmis með flugvöllin, menn hafa vaðið upp oft með flugvöllin sem kosningamál, en það verðist aldrei neitt hafa kosið út af flugvöllin. Það var ekki fylgjum til það er miskilningur að Framsóknarflokkurinn hafi sótt sitt fylgi til flugvalla. Hann sótti út af Moskvunni. Ég hugsa að húsnæðismálin verða ábyggilega líka þungaviktarmál núna, en núna það nefnilega að gerast sem hefur ekki verið að gerast í langan tíma, að það að losna lóðir og það gríðaleg uppbygging á húsnæði í Reykjavíkurborg. Þið sjáu það bara hversin litið bara í nágrenni þessa hús þar sem við sitjum núna. Það verið að byggja núna íbúðarhúsnæði sem var náttúrulega orðin mikil þörf á og það verið að bjóða út lóðir. Þetta skiptir gríðalegu máli. Var ekki meirihluti nýrra íbúða í fyrra sem að endaði í Airbnb? Já, nú verið að koma böndum á Airbnb starfsemina sem nú líka umdeilt mál. En 10 flokkar, ég held að það verði 10 flokkar. Já, ég get alveg trúið að það verða 8, 9. Við skulum segja að það verði 9. Björn Framtíð fer inn með mann. Þeir eru allir eftir að stilla upp. Og þú þarf svona 34% til þess að komast inn? En það bara íslensk stjórnmálsnotkun. Það alltaf meira framboð heldur en eftirspurn af stjórnmálfólki. En við erum sjálfsagt með Framsóknarflokkurinn, hann á eftir að finna sitt fólk. Þær fóru náttúrulega báðar. Já, það örugglega margir í biðröð. Miðflokkurinn, já, það var nú stundum var bara kallaði Óskar Bergsson hjá Framsóknarflokk og reyndar Guðna þarna tíma fyrir síðustu kosningu, Guðna Ágústsson. Svo erum við með miðflokkinn. Það náttúrulega þeirra langsterkasti maður í borgarmálinu væri bara formaður flokksins, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, sem veit allt skipulagsmál. Svo flokkur fólksins. Sósíalistaflokkurinn held ég að sé að hugsa sér til hreyfings í borginni. Og Viðreisn. Og svo náttúrulega Viðreisn, og þá spurning með Viðreisn, og þar talað til dæmis Pavel Bartósek og Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, en svo líka Björt Framtíð og hvort að og þar talað Björt Ólafsdóttur. Og svo spurning hvort að Viðreisn og Björt Framtíð myndu kannski leggja saman í púk. Já, þetta þá gríðarlega mikið eftir að koma í ljós og með hvaða málefni þessi flokkar fara fram og hvaða fólk. Þannig að þetta algjörlega óskrifað blað og þegar að loknum kosningum þá munum við sjá mjög marga flokka með kannski einn borgarfulltrúa, því að það engin þröskuldur að komast inn með 23 borgarfulltrúa 4% duga. Bara garanterað. Þannig að komast inn í borgarstjórn, það ekkert erfitt. Þannig að við munum sjá mögulega 8 til 10 flokka bara með mann inni. Og þá verður flokknara en eitthvað að setja saman meirihluta. Þetta verður mjög skemmtilegt. Já, multi-party system. En svo virðist nú samt eins og þessi borgarmál hilli ekkert ofboðslega mikið, menn það ekkert
engin stórkostleg biðröð af frábærlega frambærilegu fólki sem að koma Nú, það bara frábærlega frambærilegt fólk í borgarstjórn Reykjavíkur nú þegar, í mörgum flokkum, já. Þannig að ég veit ekki af hverju ætti að vera svona mikið, af hverju þessi dauð að leita einhverju öðru fólki. Sjálfstæðisflokknum hérna í gamla daga, þetta var alltaf sko bara þeirra fremstu menn löppuðu þarna inn og svo voru þeir bara borgarstjóri í smá tíma, þá voru þeir forsætisráðherrar. Það var eins og rosa fínt að vera í pólitík, það kannski minna núna. En við vorum nú viðtal við hana Kristínu Soffíu frá Samfylkingunni líka í vikunni og það til dæmis frábær fulltrúi sem ég vil meina sé bara með þeim betri þarna borgarfulltrúum, en hún til dæmis bara að hugsa að hætta sko. Og þetta ekki meira spennandi það. Launin eru lág, vinnutíminn langur og þú veist Sko einu sinni var það líka þannig að sko menn voru oft í þessi hlutastarfi. Það var sem sagt Já, ég meina borgarstjórnarfundir voru og eru tvisvar í mánuði og svo voru borgarráðsfundir vikulega og svo starfaður í nefndum, en þú gast alveg þú lifðir ekki af því að vera borgarfulltrúi, ekki á þeim tíma þegar ég var það. Það hefur nú reyndar lagast held ég sko. Þeir eru að minnsta kosti konur með vinnuaðstöðu borgarfulltrúarnir sem var ekki þá. En auðvitað þyrfti þetta að vera þannig að fólk gæti gefið sig eingöngu að því að sinna því að sko þetta eru flókin þetta kemur inn svo mörg málefnasvið, borgarmálin, það ekki bara skipulagsmál og samgöngumál, þetta líka öll félagslegu málin, grunnskólin, leikskólastigið, þetta náttúrulega allt sem snertir bara allt þitt nærumhverfi. Þetta mjög mikilvægt. Mjög mikilvægt, sko, þannig að þetta þarf að vanda, það er gott fólk að velja þarna. Og það var með breitt bak og þykkan skráp. En það gæti mitt verið sko frekar, og ég held að það var jafnvel jákvæðara, að einmitt að gera þetta þannig að sko fólk gæti aftur verið í þessu í hlutastarfi og það væri ekki sko litið hornauga ef að einhver vinnandi einhvers staðar og líka í borgarstjórn, en núna það þannig að það ætlast til þess að fólk sé í þessu að fullu starfi. Launin hvað? Grunnlaunin 600-700.000 eitthvað svoleiðis, sem bara ekki laun sem að þú færð sko fólk sem komið eitthvað áfram í atvinnulífinu eða innan opinbera kerfisins. Fólk sem komið inn á opinbera kerfisins, það kannski meiri áttar launalækkun til þess að fara inn í borgarstjórn. Þannig að ég sammála þessum. Ég held að þetta ætti frekar að vera bara eins og eitthvað aukastarf. Það hvort alltaf verið að skipa einhverja nefndir og ráð, ef fólk í fullu starfi, þá ætti það náttúrulega að sleppa þessum nefndum og ráðum. Þá allavega það átti að skera það niður. Við skulum fara aðeins annað, það nú eitthvað Garðbæingar og það nú eiginlega að ræða stjórnmálinn í Garðabæ því að þau Endilega, það gott að Gunnar Einarsson, það var alltaf fyndið að Sjálfstæðismenn Reykjavík voru að segja að Gunnar Einarsson var að leiðinni í borgarstjórastólinn þar og maður hugsaði, af hverju ætti Gunnar Einarsson að lækka helmingi launum til að taka við Reykjavík sem segir ýmislegt hvernig Garðbæingar reka reksturinn Sjálfstæðismennirnir í Garðabæ. Já, Gunnar að gera frábæra hluti. Þú ert fluttur úr Garðabæ. Já, ég hugsaði bara sem svo að það væri nóg af sjálfstæðismönnum í Garðabæ og það vantaði einhverju í Reykjavík. En svo hafa verið þessi uppákomi í Vestmannaeyjum. Þú hefur verið að fylgjast með því. Já, það náttúrulega með skrautlegri sem maður hefur séð það. Menn ákveði það allt í einu að fara í prófkjör og komist að þeirri leið og maður hugsaði að þetta mjög jákvætt líka bara fyrir elliða sem búin að sitja þarna í áratug sem bæjarstjóri að sækja umboð sitt til fólksins í bænum. Það eru 2000 manns held í Sjálfstæðisflokknum í Vestmannaeyjum. En hann kemst að þeirri niðurstöðu og hans stuðningsfólk að fara í uppstillingu. Það búið ákveðið að prófkjör eins og Já, og síðan því bara allt í einu snúið. Þetta svona enn eitt atriði sem svolítið mikið með Nei, það var samþykkt að fara eins og kallar röðun. Já, nú var samþykkt að fara röðun. Já, þannig að það kýs eitthvað fulltrúaráð kemur saman og kýs hvert sæti. Þú lækkar atkvæðafjöldan 2000 atkvæðum í 65 með röðun. Það eru 65 aðilar sem fá að kjósa. Þetta er ótrúlegt atriði fyrir flokk eins og Sjálfstæðisflokkinn sem talar alltaf að hann sé frjálslyndur lýðræðisflokkur að bjóða upp á þessu. Eru þetta svoleiðis vinnubrögð? Myndið þú segja að við leyfum ekki 2000 manns að kjósa heldur 65, þetta ein sönnur þess að við séum frjálslyndur og lýðræðislegu flokkur. Ég alltaf talsmaður prófkjörs, ég bara þekki ekki inntryggjuna þarna, hvað að gerast og af hverju. Það óánægja með elliða, menn vilja fara að skipta út og breyta til og það getur vel verið að óánægja sé líka. Hann fekk rosalega mælingu fyrir 4 ára síðan, 75%, og hann færi bara mælingu. Og þá uppskeraði bara eins og þeir sá til núna í vor. En óánægja með þetta? Ég held að sé óánægja. Ég segi það, kemur mótframboð og ég held að við séum að fara að sjá eitthvað sögulegt í Vestmannaeyjum. Meirihlutinn fellur og það bara út af svona mínum vilja freki einhverju, þar sem menn eru ekki að hugsa hagsmuni heildarinnar.
Ég get ekki séð þetta sín eitt annað. Ef þetta nema þetta séu vinnubrögð frjálslynds og lýðræðislegs flokks. Förum aðeins út í annað. Það er komið fram frumvarp á Alþingi. Andrés Ingi Jónsson er fyrsti flutningsmaður, en það eru 15 uppáskrifendur og úr öllum flokkum að lækka kosningaaldur í 16 ár fyrir þessar kosningar. Mér finnst þetta algjörlega frálegt, ef ég sé alveg eins og og nú tala ég bara sem skólamanneskja. Já, þú ert reynda móðir margra barna. Móðir 5 barna, amma 6 barna og fyrirverandi skólameistari og kennari, sko. Mér finnst þetta alveg frálegt. Ég er algjörlega sammála Brynjari Níelssyni, vinnu mínum, núna. Sko, við erum að börn eru skilgreind fram að 18 ára aldri núna og fyrir því liggja mörg fagleg og þroska sálfræðileg rök að miða við 18 ára aldurinn og ef við förum að lækka kosningaaldurinn niður í 16 ár þá erum við bara farin að nýta okkur börn í alls konar bolabrögðum sem að tíðkast í kosningaáróðri og þess áttar. Börn eiga að fá tíma til að þroskast, verða 18 ára gömul og það er miklu nær að fara að miða fleira við þennan 18 ára aldur eins og bílprófið og fleira, áfengiskaupa aldurinn þess vegna, en ekki vera með þessa sundurlausu ómarkvissu skilgreiningu á fólki, að kynferðislegur sjálfræðisaldur sé þetta, áfengiskaupa aldur sé þetta, bílprófsaldur þetta og svo eru allir börn þangað til þeir eru 18 ára. Já, skatta, svo er þarna bara réttindi, hvað eru skyldur eiga að fylgja þessum tiltekna aldri og þau eiga að nýta unglingsárin að undirbúa sig fyrir það að verða sjálfráða og fullorðin 18 ára gömul. Ég held að það sé miklu einfaldara máli í uppeldi og öllu. Það er kannski veltið fyrir hvort það sé ekki allt í lagi að leyfa börnunum að vera í friði fyrir pólitík þangað fyrir 16 ára, ég veit ekki, þið eru allir vinnið á útvarpsstöð sem er svona yngri en þetta sem ég er að gera hérna. Ég held að það sé alveg ótt að segja að lang flestir 16 ára unglingar hafa engan áhuga á stjórnmálum, svona langstærsti hluti þeirra, en þeir eru auðvitað til sem að Máni var byrjaðar að hafa brennandi áhuga þess að þegar hann 15 ára var alveg óþólandi bara strax í kennaraskóla, en þetta eru svona útjaðarar sem eru þannig en ég samt sem áður, mér fannst það jákvætt að heyra þetta fyrst, bara ef það gæti vakið áhuga en jú, það eru sjónarmið, við förum að misnota börnin og beina að þeim einhverjum áróðri sem á ekki heima í skólanum. Þurfum að gefa þeim bjór þegar þau eru 16 ára á fundum, í stað fyrir 18 ára. Það var nú gert ekki annað dag líka. Mér finnst það langstærsta spurningin, hvernig á það síðan að samtal, hið pólitíska samtal að eiga sér stað við þennan hóp, 16 til 18 ára, þú þarft leyfi foreldra. Þú þarft leyfi foreldra til þess að eiga það samtal. Og mér finnst hugmyndin mjög áhugaverð og það er margt í henni sem er mjög gott. En mér finnst þessi punktur þarna bara eiginlega algjörlega óyfirstiganlegur vegna þess að við skilgreinum þetta fólk, eða þessa krakka, börn, og samkvæmt lögum og það samtal, hvernig á það eiga sér stað? Ég skil það ekki. En ég er náttúrulega bara með þetta kall þannig að Ég held að þessi tillaga sé bara ekki hugsuð til enda. Það kann vel að vera, en það er engin raunveruleg umhyggja fyrir börnum, 16 ára börnum, að bera fram svona tillögu. Því að, meðan við erum með þessa þroskaskilgreiningu og miða hana við 18 ár, þá er það í raun og veru bara ákveðin misnotkun eða svona óvirðing við barnið, bernskuna og unglingsárin að ætla að fara svo að tróða 16 ára gömlu börnum inn í eitthvað annað hlutverk heldur við höfum svo skilgreint handaði. Já, hvað segir þú, Máni? Sjálfsögðu að fyrst mér sem hugmynd allt í lagi, sérstaklega kannski það kemur að nærumhverfinu, þetta eru sveitarstjórnarkosningu 16 og annað, en það er hins vegar stærð, það verður alls konar svona kjánaleg mál sem eftir að koma upp að menn eru mjög duglegir að lofa alls konar skrýtnum hlutum fyrir kosningar og það verður mjög fyndið og skemmtilegt og fróðlegt að fylgjast með hverju menn fara að lofa alveg niður í 16 ára aldur. Koma mörg þúsund. Það verður að koma alls konar furðulega hlutir. Þannig að ég hef ekki alveg myndað með skoðun á þessu. Margt, jákvæmt sem ég sé þetta, margt sem ég finnst svona einmitt súrrealist. Þetta var að lofa ísbirni í Húsdýragarðinn, til dæmis? Já, til dæmis það. Við skulum fara út í dálítið alvarlegri sálma, við tölum þetta kannski dálítið léttúð, en það er MeToo-hreyfingin og það sem gerist núna er það að nú er það er búið að fara í gegnum ýmsa staði í samfélaginu og nú er það íþróttafélögin. Og svo til að þið hafi báðir starfað í íþróttafélögum og þú hefur verið þjálfari á kvennaliðum
og þú hefur verið í Val, í stjórn Vals, það ekki? Jú. Hvernig horfir þetta við ykkur, þessar uppljóstranir sem koma úr íþróttafélögum? Þetta bara hræðilegt að lesa þetta. Það það. Og maður náttúrulega bara horfir og hugur ekki hvernig og annað. Og ég veit ekki hvernig, maður var að skilgreina MeToo-byltingur. Þá les ég þetta þannig að ég sé karlmaður. Ég á náttúrulega bara lesa, þegja, hlusta, skilja og byrja að haga mér betur. Það ekki bara skilaboð til allra karlmanna í þessari MeToo-byltingu? Já. Þannig að mér finnst einhvern veginn svona oft erfitt einhvern veginn, maður veit ekki alveg hvað maður segja, hvað hlutverki við að vera, hvað hlutverki við að gegna. Þetta þarf að laga íþróttarhreyfingunni og þeir karlmenn sem sitja þar í stjórnum annan, þeir hljóta náttúrulega að taka það til sín. En skilaboðinu það sem er verið að skrifa, þetta bara, segi ég, það er einfalt. Við eigum að breyta einhverju. Mér finnst einmitt, það sem að þarf líka bara, ekki bara, út frá þessari MeToo-byltingu, ég held ég, og þegar ég er að hugsa íþróttarhreyfinguna, að þá þarf líka bara að verða einhver þáttaskil varðandi þangagang fólks þar inni. Við erum búin að sjá stráka stíga fram eins og Ingólfur Sigurðsson og tala geðheilbrigði og kvíða og svo framvegis og vegna þess að stemmingin þarna inni. Og það það sem að kemur líka í þessum lýsingum, í MeToo-lýsingum, þú ert bara að harka af þér, þú ert að taka allt á kassan einhvern veginn, sama hvaða hegðun það er. Hversu óæskileg sem hún það bara, þú ert góður liðsmaður ef þú bara kvartar ekki. Já. Og það það sem verður að breytast og líka þegar kemur að hvernig stjórnarmenn og starfsmenn og þjálfarar hugsa einmitt þessa íþróttamenn sem þetta stærstum hluta til mjög ungt fólk sem í umsjón þessa félagskapar og það sem verður að breytast ekki bara umræðan MeToo heldur líka bara fá fram umræðu bara hver nálgunin út frá bara andlegu heilbrigði því að þetta bara eins og fólk sé í akkorði stemmingin þú ert bara hegðaðir eins og sé að hafa verið í akkorði í síld 1967 þú veist bara þeim meira sem þú vinnur og þeim minna sem þú sefur og þeim meira sem þú getur þjösnast á sjálfum þér þeim betri ertu stíl í gegnum meiðsli og þú veist og svo framvegis þetta alveg rugl. Það mjög gott að heyra ykkur tala núna mér þykir mjög vænt að heyra hvernig þið lítið á þetta en það annað sem mér langar líka til að hnykkja á í sambandi við þetta og það það að vandinn sem við eiga menningabundinn og hann auðvitað ekki einskorðast auðvitað ekki við íþróttarhreyfinguna þó hún sé auðvitað af augljósum ástæðum svolítið ýktdæmi og hann einskorðast ekki við fjölmiðlana eða leiklistarlífið þó það hefði myndi áætla það kannski svolítið af umræðinni. Þetta teygir sig inn í alla kima samfélagsins og nú heyrir maður að ráðherrar að setja saman starfshópa og vilja fara að gera eitthvað og það mjög gott en það verða allir vinnustaðir landsins og öll félagasamtök núna að líta í eigin barm og byrja strax í samstarfi við sitt eigið fólk að móta sér stefnu og áætlanir viðbrögð við kynbundnu ofbeldi og mismunun. Því að þetta menningarbundið fyrirbæri og þetta birtist ekki bara í kynferðislegri áreitni, þetta birtist líka í vinnustaðahúmor, niðurbrjótandi, þið vitið, húmor, gagnvart öðru kyninu, gagnvart minnihlutahópum og svo framvegis. Og þannig að þetta svo, við erum svo samdauna víða ástandinu að það sem þarf að brjóta upp. Og það gerist ekki nema með þessu viðhorfi sem ég fannst koma fram hjá ykkur. Það hefur verið mjög afhjúpandi þegar maður fylgjast með öllum þessum MeToo póstum að maður hugsa til þess að það þekkja allir eitthvað svona drullusokk sem hefur vaðið upp í gegnum tíðin alltaf og káandi og öllu og það þekkja allir allan einn, skilur. En það hefur aldrei verið neitt gert í því, En það sem jákvæðast við þetta kannski að núna, þetta svona valdeflandi fyrir konurnar, að þær sjá það að þær þurfa ekki að sitja einar með þetta og geta stigið fram og það sérstaklega eins og í þessari íþróttaumræðu þar sem að valda hlutföllin virkilega þannig að maður lesum ungar stelpur sem að þori ekki að segja neitt af því að þær elska að spila íþróttina og þær get ekki farið neitt annað ef þær myndi fara að tala gegn þjálfaranum og þá fá þær ekki að spila og svo framvegis. En þetta jákvæða sem við vonandi tökum úr þessu að þetta valdeflir þær konur sem hafa ekki þorað að stíga fram hingað til og svo þurfum við hinir kallarnir að átta okkur á því að þessi eini sem við þekkjum og við höfum aldrei gert neitt í
að það allt í lagi að fara kannski að sussa hans á hann, sko. Já, brotið nefnilega felst líka í meðvirkninu og með sektinni, sko, að gera ekki neitt. Já. En svo líka þetta að, sko, allstar þar sem skapast aðstæður til þess að menn geti misbeitt valdi, þar eru yfirgnæfandi líkur á að þeir geri það. Jú, það nú stundum. Og þess vegna þarf að tryggja aðstæðurnar, það þarf að breyta aðstæðunum og húmor, vinnustaðamórall og andrúmsloft eru hluti af þessum aðstæðum. Þess vegna verður hver einasta manneskja í raun og veru að taka þetta til sín. Og kannski þetta vitundavakning sem að núna mun virka, sko. Það einn hópur samt sem ég, sko, aðeins að pivota hérna, sko, það einn hópur sem ég býð eftir sem stendur mig svolítið nærri og það eru, sko, konur erlendum hérna. Já, erlendum uppruna. Já, þegar það kemur fram, það verður eitthvað. Já, það verður eitthvað. Þú ert giftur erlendri konu. Já. Á vinnustöðum til dæmis, já. Og það náttúrulega, sko, ef við erum að tala valdeflingu, þá það náttúrulega sennilega sá hópur sem síst valdeldur á Íslandi. Já, og ég vona að það stigi fram, sko. Ég vona að það komi fram, því að það verður að koma fram, sko. Já. Því að konur af erlendum uppruna eru líka verulegu leyti í þjónustu hlutverkum, sko, víða á opinberum stofnunum og annað, þannig að þar alveg, sko, því miður kjöraðstæður fyrir svona misbeitingu. Nákvæmlega. Ég ætla að nefna bara hérna í lokin Donald Trump. Hérna, við höfum 2 mínútur og 46 sekúndur til að tala Donald Trump. Eru þið búin að kíkja þessu bók eftir Michael Wolff? Já. Þetta er rosalegt. Þú ert menntaður í Bandaríkjunum. Já, ég meina, ég bjóð þarna lengi, sko, og konu mín er einmitt bandari, sko. Þetta er, sko, það er eiginlega ekki bara hægt að einhvern veginn fara yfir það á 2 mínútum og 22 sekúndum, bara hvað þetta er mikið rugl og hvað þetta er hrikalegt ástand. Og mér finnst, sko, þó að, sko, Ófra hafi verið með frábæra ræðu, þá finnst mér það, sko, sú hugmynd vera eiginlega svona, sko, einhvern veginn bæta kráan á sarta mörguleiti, að við séum bara fara með, sko, forsetaembættið út í eitthvað celebrity dæmi. Það sem að verður bara, ef þú ert nóga frægur, að þá færðu kosningu. Nóga frægur og átt nóga mikla peninga. Já, ég vona að það komi fram bara núna, miklu frekar einhverjir traustir, áhugaverðir frambjóðendur frá demókratamegin og vonandi kemur einhver repúblikanamegin sem að fer í Trump og ögrar honum og mögulega fellir hann, sko. En því að stuðningurinn sem hann er sögulega lágur. Já, en efnahagurinn gengur vel í Bandaríkjunum. Það er náttúrulega það er mjög minna atvinnuleysi en áður. Náttúrulega hlutabréfamarkaðurinn hæst á hæðum og það reyndar, erum við svo með frekar gott efnahagsástand í heiminum núna. Það er kannski, ekki bara Bandaríkjunum. Já, og ef efnahagurinn gengur áfram svona vel, þá er bara það getur bara vel verið að hann verið endurkjörinn. Og það er alveg sama þó að það kom upp skandalar í hverju einustu viku, eins og búið að vera að gera þessu árinu sem var að líða, að hann einhvern veginn stendur það alltaf af sér. En svo náttúrulega sumir sem segja, sko, já, hann 100% óhæfur, það veit allir í Hvíta-húsinu, hann 100% óhæfur, hann líklega, hann hugsanlega komið með elliglöp og svo framvegis og svo framvegis. Þetta einhvern veginn, þetta svo... En hann höfðar inn í, sko, myrkustu kima bandarísks samfélags til hópana sem aldrei hefur verið talað við og aldrei hefur verið tekið mark á. Fátæklingana, ómenntaða fólksins, sko, og það ákveðin hópur í Bandaríkjunum sem hann full, þó hann sé í raun og verið ríkur, ofdekraður, spilltur og haldinn maður, þá höfðar hann til andstæðu sinnar, sko, í þjóðfélagshópanum sem eru andstæðan. Þó hann drulli yfir þá hópa. Þó að hann, með munnsöfniði, framkomu og heimsku, sko, þetta heimskur maður með hönd á takka, þetta hrikalegt að hugsa til þess og sjáu hvað, sko, virðing Bandaríkjana hefur bara sett niður, forsetaembættis Bandaríkjana eftir þessi maður tók við. Þetta skuggalegt, en það bara massi af fólki þarna úti sem lítur á hann sem sinn fulltrúa, því miður. Já, og líka óánægjan með hið pólitíska kerfi í Bandaríkjunum svo gegnum sýrð að bara það að einhver kom fram, og það er allir forsetar sem hafa unnið kosningar síðan Carter, nema Bush eldri, hafa talað að þeir ætla að breyta pólitíkinni, breyta eru svona outsiders sem þau kalla og ætla að breyta pólitíkinni og því og breyta Washington. Og það hefur ekki gerst. Það hefur ekki gerst og hefur ekki enda. Hefur gaman að hafa ykkur hérna, Frosti, Ólína, Friðjón, Máni.
ég held ég við gleymt að kynna þau upp ef þáttar þetta nú ekki mjög faglegt á nýja ári en það er Lilja Guðríður Karlsdóttir sem kemur hér á eftir að tala borgarlínu, samgönguverkfræðingur og svo ætlum við að tala aðeins Brexit við Árna Pál Árnason taka stöðuna á Brexit sem er nú eldfimt mál hér í Evrópu.